hamingju með þennan sigur. Hvernig var þetta bara eins auðvelt og þetta leit úr þér? Nei, þetta var ekki svo auðvelt. Ég held að bara energy sem við komum inn í leikinn, það bara, og sérstaklega inn í seinni hálfleik, það bara unnið hennar leik fyrir okkur og við ætlum okkur að vinna og við ætlum að vinna rest. Það markmið okkar núna svona. Þú náttúrulega nýkomin heim aftur, hvað ástæðan fyrir því? Það bara vegna þess að þetta gekk ekki alveg nógu vel og ég var ekki að fíla með hana. Ég bjóst meiri bolta og svona, en hérna líður mér miklu betur og það er meiri körfubolti hér og það er ástæðan okkur að koma heim. Þessi leikur eins og segir að það var svona jafnt til að byrja með og svo bara stunguð á hérna í þriðja leikluta og þú varst þar nokkuð öflugur í að stela boltum. Þið finnst nú ekki leiðilegt að stela boltum? Nei, það er gaman og þegar þú stelir bolta þá er möguleiki að hraðaupplaupi og það er skemmtilega við þetta. Og út í vörn og svo beint í sókn. Ég sá nú leikinn á móti Njarðvík líka að þú ert einstaklega laginn í að pirra mótherinn að þú ert að spila fanta vörn á móti sterkum einstaklingum. Þú ert ennþá 18 ára, er það ekki rétt? Þannig að þú ert bara framtíðina fyrir þér. Er þetta vörn það besta við íþróttunum? Það er ekkert það skemmtilegast að gera að spila vörn, en ef þú vilt vinna þá þarftu að spila vörn og við viljum vinna og þess vegna verðum við að spila vörn og ef það tekur að ég fari fullan völl og pirri hinn leikmanninn eða hvað, þá bara ok, ég geri það, ég vil vinna. Eins og þessi leikur margir að stígu upp, Oddur, frábær Jóhann, flottur líka, Rodney eins og vanlega var að skila sínu, en við ákveðum nú að velja þig, mann leiksins þessu sinni, fyrir einmitt þessa baráttu og þessa vörn. En það er spurning hvort að þú bjóður ykkur að liðsfélögum með þér, til hamingju með þetta. Já, takk fyrir. Gangi þér vel. Já, þá er þessu leik